Davíð Jónsson, nýkryndan Íslandsmeistara í gæðingaskeiði, blessaðu Davíð. Sælir, sælir. Og til hamingju með titilinn. Já, þakka kærlega. Nú ert þú Íslandsmeistari í gæðingaskeiði í fyrsta sinn, en þó ekki Íslandsmeistari í fyrsta sinn yfir höfuð. Hvað ertu komið með marga titla á en yrpu? Þetta er titill nr. 2, unnum 150 á Hellu 2017. Svo ákveðum við að reyna við gæðingaskeiði núna undanfarin 2 ár. Það er svona gekk ekki alveg upp í fyrra en hafðist núna. Akkurat, ákaflega skemmtilegt að fylgjast með ykkur. Þetta eru átakalausu sprettir og fallegir og er hrissan algjör snillingur og knabbinn líka eða hvað? Allavega hrissan. Hrissan er algjört síðan í. Hún er alveg örvilju og næm og leggur sér alltaf 100% fram. Það er bara, passa sér ekki að trufla hana mikið. Undan hverju er yrpa svona fyrir forvitnissakir? Hún er undan Númadóttur og svo er hún undan hérna Þór frá Þúfu sem við erum að keppa mikið í barnaflokki gegnum árið. Ok, mikið rými hérna bakvið? Já, eitthvað allavega. Já. Hún allavega kemst áfram, blessin. Er ekkert farið að kitla þig að hringja í landsliðsþjálfarann og... Nei, ég tók upp hjá sjálfur mér í þrjóskukasti fyrir nokkuð mánuð síðan. Ég skildi aldrei láta hana frá mér. Ok. Þannig að það hefur verið rætt. Það var slegið út af borðinu 1 úr 10. Ertu búinn að hugsa að halda henni þá sem ræktunarhrissu eða? Ég veit það ekki. Við erum svo unga ennþá. Við erum bara 14 vetra. Við leikum okkur eitthvað aðeins áfram. Og ég er bara rétt komin á 50-saldur. Ertu með hana í 100 metrunum í kvöld líka? Nei. Við erum bara búin í gæðingaskeiði í vor. Og það hefur heldur betur borið árangur að einblína bara á eina grein? Já, ég ákveðum bara að leggjast yfir þessa grein þetta árið. Hún er bara búin að fara einu svo kappræða bara í meistaradeildinni. Og búið. Svo er það bara gæðingaskeið. Svo sjáum við til svona síðsumars hvað við gerum. Davíð Jónsson, yrpa frá Borgarnesi. Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og gangi ykkur vel. Takk hjá það.